Gauti, þú er nú viðurkennt að vera í þjóðina, þú setur ekkert mikið klassum á maður en ég ætla að gefa mér það að þú horft á leikinn í kvöld. Ég horf á leikinn og hafði mjög gaman af. Sko, ég horf ekki á marga leiki en ég horf á svona spennandi leiki sem skipta máli og þessi leikur skipti þokkalega máli. Hvernig leið þér í dag? Varstu jafn spenntur á þjóðinni eða var þetta svona eins og venjulegur bara fótboltaleikur fyrir aðra? Nei, bara alls ekki, sko, að því ég horfi svo lítið á fótbolta, þá eins og ég segi, svona Íslands stolt leikir, sko, sem að, ég var heima öskrandi og berjandi í gólfið og þetta var dörriti gaman. Og ekki aðmælegt að fá að taka þátt í þessum fagnaðarhöldum sem er í gangi hérna? Í raun og veru, þá að ég náttúrulega að fá that KSI money in my pocket, sko, þannig að þetta var svona smá eins og veðja á leikinn. Frekar góður upphæð, sko. Þannig að ef Íslandi ekki fara áfram þá ég tapa pening og við komumst áfram ef ég græddi smá pening. Þannig að þetta er búið að vera góð dagur, held ég á hann. Hversu langt fyrir þessi KSI peningur nær hann til Rússlands eða? Mig langar rosalega mikið að fara. Núna í ljósi þess hversu mikil geðviki verður í kringum þetta. Ég er búinn að fara einu sinni að fylgja landsliðinu út, það var þetta kvennalandsliðið. Við erum náttúrulega hittust þar og ég skulle klippa yfir í það vídeo núna. Það vídeo var bara frægt, nokkuð frægt á Íslandi og ég sagði þér í Tilburg að ég væri mikill lagasmiður og ég er auðvitað búinn að semja nýtt lag núna, sko. Já, ég er til í þetta, komdu með það. Rússland, það er okkar! Vertu með, það er okkar! Rússland, það er okkar! Já, það er okkar! Rússland, það er okkar! Gauti, vertu með einu sinni. Það er aldrei að vera með þér. Herru, takk hérlega þetta, Gauti, og góða skemmtun.